stjórnmálafræðingur og verðandi stjórnsýslufræðingur, hefur komið víða við, mest verið í störfum innan Háskóla Íslands. Og þetta er 4. landsþingi mitt, en fyrsta skipti í þessu hlutverki, þannig að það er bara gaman. Ég vænti þess að þið séu með þingsköp eða fundasköp á hreinu, enda er þetta annar dagur allavega hjá flestum ykkar. Og þið fenguðu þetta handbók líka, þannig að ég ætla ekki að staldra endilega við það að fara yfir mikið af þessum praktískum atriðum, en mun þó gera mitt besta til þess að fara yfir þau grundvallaratriði við hvern fundarlið samkvæmt fundardagskránni, bara þannig að við séum öll á sömu nótum. En mig langar að nefna hérna í byrjun að það er ótrúlega mikilvægt að mæta tímanlega og virða þingið og virða þar með tíma þingfulltrúa. Þetta getur ýmislegt hliðrast til eins og með rútuna í dag og við erum auðvitað að byrja seinna, en þá reynum við að sexa á öðrum fundarliðum og í þessu tilfelli í dag verður það þá þessar vinnustofur sem að forseti mun halda utanum. En til þess að fara stuttlega yfir dagskrána í dag, þá erum við fyrst sinn að fara yfir gæðastefnuna og endurskoðun á henni. Og þið eru auðvitað með fundagögnin, þannig að þið ættuð að geta séð allar breytingatillögur sem lagðar eru á þá stefnu. Síðan er fyrsti hluti vinnustofunnar sem að forseti Lísa mun halda utanum. Því næst er hlé hjá okkur, kaffihlé, og svo förum við aftur í vinnustofunnar, seinni umferðina. Og loks er það hádegismatur klukkan 12 og eftir hann þá er skemmtilegasti liðurinn sem eru lagabreytingar. Og það tekur sinn tíma og toll, þannig að við förum þá næst í kaffihlé og eftir hléð þá verður samantekt á deginum í dag og umræður. Og svo er formlegri dagskrá slitið, þið fáið að fara í kraumu. En við skulum bara hefja þetta þá formlega. Það fyrsta sem ég ætla að gera er að framkvæma nafnakall, svona eins og var auðvitað gert í gær. Og markmiðið þá er að telja virku atkvæðin og eins og kemur fram í fundargögnum og lögum og verklagi, þá eru atkvæði viðstaddra fulltrúa og atkvæði sem fengin eru með umboði sem að teljast sem virk atkvæði. Þannig að ég mun lesa upp hvert og eitt aðildafélag og gera grein fyrir því hversu mörg atkvæði hvert félag er með og ætla mér einnig að lesa nöfn þingfulltrúa aðildafélagana og ég ætla að biðja ykkur þá að þegar nafn ykkar er kallað upp að þá réttið upp atkvæðaspjaldið ykkar og ef þið hafið atkvæði og réttið upp þá væri ég til að heyra bara viðstaddur, mætt, eitthvað slíkt. Ef þið hafið umboð fyrir þingfulltrúa sem er ekki viðstaddur þá bara rétt upp atkvæðaspjald viðkomandi þegar að hans nafn er lesið upp og segið í umboði. Og þetta einmitt ferli er til þess að ná að skrá fjölda virkra atkvæða á fundinum og til þess að við séum viss að þingið sé þetta bara löglegt. En ég byrja þá á nemendafélagi Háskólans á Bifröst sem er með 3 atkvæði og það er hún Agla Sól og Halldór Kjartan og Steinunn María. Því næst er að nemendafélag Landbúnaðarháskóla Íslands sem er með 2 atkvæði og það er Bragi Geir og Jón Björn. Flott. Og stúdentafélag Háskólans í Reykjavík með 8 atkvæði. Það er Aron Atli og Aron Kristinn og Ástþór Ingi og Ebba Kristín, Kara Kristín, Magnús Már og María Líf
og Rakel. Næs. Tala með já. Og Stúdentafélag Háskólans á Hólum sem með 2 atkvæði en samkvæmt mínum skilningi einn þingfulltrúi og það Sólveig Birna. Ok, þannig að þú ert með umboð fyrir þessi 2, þú ert með 2 atkvæði. Já. Ok. Stúdentaráð Háskólans á Akureyri með 7 atkvæði og það Bríet Stefánía, Bryndís Eva, Dagbjört Elva, Ragnheiður Rós, Rakel Sif, Sigurbjörg Brynja og Silja Rún. Já. Því næst Stúdentaráð Háskóla Íslands og það eru 13 atkvæði en ég með 16 skráningar. Þannig ég ætla bara að fá fulltrúa frá Stúdentaráði HÍ til þess að lesa upp þau nöfn sem eru þingfulltrúar hjá ykkur, eða lesa upp þingfulltrúa. Já. Ég, Arndóri Jónsson Klarman, Sigbjörg Guðmundsdóttir, Valgerður Laufey Guðmundsdóttir. Ég að skrifa okkur. Sigurbjörg, sagði ég. Sigurbjörg Guðmundsdóttir. Já. Valgerður Laufey Guðmundsdóttir. Já. Friðrik Þór Ólafsson. Já. Styrmir Hallsson. Já. Og Magnús Hallsson. Já. Katla Ólafsdóttir. Ingibjörg Brynja Finnbjörnsdóttir. Já. Auður Aþena Einarsdóttir. Maggi Snorrason. Yes. Júlíus Viggo Ólafsson. Já. Kjartan Leifur Sigurðsson. Já. Sæþór Már Hinriksson. Ok, þetta allir? Já. Þannig að Birkir, Davíð og Tinna eru Áhefna. Ok. En eru þið öll mætt eða einhver með umboð fyrir einhverja? Fyrirgefðu, byrjum aftur bara á Sigurbjörgu. Ég með umboð fyrir Kjartan Leif, Sæþór Már og Júlíus Viggo. Þeir eru bara á leiðinni. Ok, og Magga Snorra. Það einnig það var Maggi, Kjartan, Júlíus, Sæþór. Já. Þetta eru Já, ok, já, þannig að þetta er 13. Ok, takk fyrir þetta. Þá það, ég var að fá leiðréttingu á þetta bara rétt áðan. SLBHÍ, það rétt hjá mér? Já. Það eru 2 atkvæði og það Salka Margrét og Steinun. Það SLHÍ. SLHÍ. Við erum Já. nafnið SLBHÍ. Það ekki NLBHÍ? Já, þá það bara, já, ég skil, ok. Ég bara afsaka þennan rugling. SLHÍ, já, Listaháskólinn, auðvitað. Og svo Sýni, það eru 2 atkvæði og það Nanna og Sindri Freyr. Frábært, ok. Það hérna skilaboð frá framkvæmdastjórn, segi ég, að minna á að
aðildafélög geta sendt inn ályktanir þar til klukkan 10 í fyrramálið og það mappa í fundagögnum sem heitir ályktanir sem að þið hafið aðgangað. En við dembum okkur þó í gæðastefnuna og ég fæ hana Lilju Margréti til þess að kynna örstutt innihald stefnunar. Viltu ekki koma? Jú, takk. Já, þú taka þetta. Já, þú getur, þetta hálsmenna þannig sem maður getur tegið. Já. Sko, hérna, og sérst hún þá hér? Hvað ger ég? Svona? Nei? Ok. Æ, sorry, þetta er gamla. Hérna þessi. Ok, ég ætla að vera með smá inngang fyrir ykkur. Þau sem voru hérna í fyrra muna sannlega eftir því að gæðastefnan var yfirfarin þá og ástæðan fyrir því var bara mjög einföld. Hún var komin á 3 ára frest sem var þá í lögum LÍS að stefnur þurfti að vera uppfærðar. Þannig að mér bara lagaleg skylda til þess að uppfæra hana þá. Svo hefur því reynda verið breytt, núna eru stefnur uppfærðar á 5 ára fresti. En við í gæðanefnd þurftum samt sem áður að fara í gegnum stefnuna þá og uppfæra hana. En það sem ástæðan fyrir að við erum að gera þetta í dag er að við erum í rauninni bara að fara yfir einn kafla af því að þær stefnubreytingar sem áttu sér stað á síðasta landsþingi, ég tel þær bara mjög fínar. Ég gerði þær sjálf ásamt gæðanefnd og landsþing samþykkti þær bara nánast einróma. Þannig að við ætlum ekkert að hrófla við því. Eini kaflinn sem við þurfum að hrófla við er síðasti kafli stefnunar sem fjallar eins og hún stendur í dag, gæðaráð Íslenskra háskóla. En eins og einhver ykkar vita, þá urðu umfangsmiklar breytingar á gæðakerfi háskóla síðasta vor. Það kom ný rammaáætlun og gæðaráð Íslenskra háskóla fékk nýtt nafn, heitir núna Gæðamat háskóla. Þannig að og það eru komin, þessi nýja rammaáætlun og það er bara ofboðslega margt breyst. Það sem ég legg til í dag, eða það sem ég vil óska eftir að vera gert, er að þið kjósið þessa breytingu á þessum kafla í heild sinni. Ég vil ekki að þið kjósið einstaka tillögur og það er mjög einfalt af því að ég held að ef þið farið að hrófla í einhverju, þá muni þetta ekki ganga upp rammaáætlunarlega séð. Og ef þið eru að velta ykkur fyrir hver Þorgerður Edda Hall er, þá er hún sérfræðingur hjá Gæðamati háskóla og aðstoðaði mig við að gera þessar breytingar af því ég vildi bara gera það sem réttastar. Flest ykkar hafa fengið, ég hélt svona vinnustofu í haust nýtt gæðamat, þar töluðu Þorgerður Edda og Vaka Óttarsdóttir sem er gæðastjóri Háskólans á Akureyri og ég, þannig að þið ættu öll að vera meðvituð þessar breytingar. Og já, þetta er í rauninni allt bara í takt við þessa nýju rammaáætlun og svona, stúdentar hafa fengið fullt seg í þessari rammaáætlun í gegnum það að ég hef setið fundi með þeim, þannig að þetta er svona meira praktísk eðlis. Við erum ekki að umbylta stefnu samtakana, heldur í rauninni bara þessu vinnulagi. Þannig já. Já, þá er ég búin að kynna þetta. Takk fyrir þetta, Lilja Margrét. Sjá. Við Embla ætlum að hjálpast að með þetta skjal. Ert þú sjálf inn á ykkur? Nei, það er ekki. En já, ég ætla að byrja þá á því að opna fyrir mælendaskrá sem við ætlum að hjálpast á. Ertu með spurningu? Já, þetta er í fundamöppinni. Ó,
Sorry. Við erum bara með gamla skjalið og svo er læst skjal. Nice. Ég ætla að opna fyrir mælendaskrá og hún verður hófleg bara fyrir eftir náttúrulega hvort að margir viljið taka til máls. En ef að þau viljið komast á mælendaskrá þá vil ég biðja ykkur að rétta upp seðilinn ykkar. Engar spurningar eða pælingar fyrir Lilju eða framkvæmdastjórn. Við ætlum ekki búin að fara yfir, við hefum ekki skoðað þetta. Ok, Er þetta samt ekki það sama og hittnum bara með bara breytingar þeirra? Já. bara hingra aðeins. Jú. Gjörðu svo vel. Takk. Endilega segja nafn þitt. Já, ég heiti Sigurbjörg. Er kveikt á honum? Já. Já, er kveikt. Ok, ég heiti Sigurbjörg, S.A.A. Er hægt að sjá textan einhvern veginn hvernig? Já, er einhverjar ákveðnar breytingar fyrir utan orðalag? Hvað segir það? Er einhverjar breytingar fyrir utan orðalag í þessu? Já, það er náttúrulega verið að breyta Já. þessu kerfinu, skilur Ok. þannig að það, þú veist, já, en þannig að þetta er ekki bara orðalagsbreytingar, annars hefði ég ekki lagt þetta upp. Já, það eru alls konar litir, sko, ég veit ekki alveg hvað mismunandi litirnir þýða. Við erum Það er með- bara mismunandi eftir hver komið til. Já, já, ok, takk fyrir. Nanna? Ég var bara að spá hvort að ég gæti kannski bara farið yfir, þú veist, hvað er breytingin Já. þegar Ísland er. Já, ég get það. Hérna er stefnan af vefsíðu. Hérna er stefnan. Þetta er allt bara það sem var yfirfarið og þetta kemur hérna neðst, Gæðaráð Íslenskra Háskóla, þetta er síðast. Allt hitt er svona það sem að lýsir að fjallum, eða þið veit fattið, þetta er bara til þess að útskýra hlutverk þessara stofnunar og tengsl lýs við hennar. En sko, hérna, þetta er sko aðal, sko í stórum dráttum og þessna vil ég með þetta er samþykkið allt í einu, er að þetta er rosalega mikið bara að breyta gæðaráði yfir í gæðamat. Þannig að það er svona mjög stórt, eða þú veist, já. Það er ein hérna lagaleg breyting, það hefur verið villa í gömlu stefnunni, það hefur verið að taka út að það sé ekki nefnt í lögum, heldur starfa á einhverjum reglum og það var verið að uppfæra að því reglurnar hafa breyst bara eins og gerist. Gæðamat, þú veist, það hefur fækkað, það hefur verið að útskýra að það er fulltrúi stúdenta sem er tilnefndur á Landssamtökum íslenskra stúdenta. Þetta heldur sér, það er bara verið að breyta nafninu og það er bara eins verið að breyta því að núna er verið að reyna að ná fullri aðild, áður var, og það er komið ár inn, það var ekki áður. Þau eru bara með svona aðeins öðruvísi markmið. Þetta er líka bara nafnabreyting og þetta er bara svona þau að skapa sér aðeins svona
meiri sess, að þau vilja vera meira alþjóðlega viðurkennd geðmatsstofnun. En þetta, svona í stórum dráttum, þetta aðalega bara að breyta nafninu og líka svona þessari stefnubreytingu sem varð á stofnuninni sem slíkri. Það er eiginlega allt sem ég get sagt, þú veist. En það sem ég vil líka segja er að þú veist, þetta er að vissu leyti orðalag, en okkur í framkvæmdastjórn fannst mér falin of mikil völd með að leyfa mér bara að breyta þessu, eða fattiði, þannig að þú veist. Er ég ekki að skilja þetta eftir sem við erum að á Er ég ekki að skilja þetta rétt þá að þetta séu bara breyting af hverju reglu nær? Ég heiti Nanna frá Sýni. Breyting af hverju regluverki hjá, þú veist, ríkinu sem er verið að samræma, þannig að í rauninni, þú veist, að því gefnu að það sé eitthvað vitlaust þarna, ég þekki ekki nógu vel til þess að alla dæma það, en þetta hefur verið lesið af öllum sérfræðingum geðmatsháskóla, þannig að ég svona, já. Ég veit að, nei, ég bara meina að þú veist að það skiptir í rauninni, nú er ég ekki lögfræðingur, en þú veist, landslögur væntanlega yfir þetta er bara allar þessar breytingar snúast bara samræma, þannig að þetta er erfitt fyrir okkur að vera ósammála því. Og ef þetta er ekki samþykkt hér, þá er þessi stefna bara, þú veist, hún er úrelt. Og þá þyrfti geðstjóri bara að fara eftir rammaáætlun geðmats. Þannig að, en það er samt svona eðlilegast að bera þetta upp fyrir landsþing og fá leyfi landsþings fyrir þessu. Frekari spurningar? Já. Ef það er ekkert fleira og ef að þið teljið að þið þurfið ekki meiri tíma til að brenna yfir þetta, þá ætla ég að loka mælendaskrá, síðasti séns. Ok, þá hef ég lokað mælendaskrá. Og við ætlum þá að ganga til atkvæðagreiðslu og það er þannig að hver þingfulltrúi hefur 1 atkvæði og það er einfaldur meirihluti sem að ræður úrslitum og það verður kosið með handauppbreytingu. Nei, við skulum nota áfram spjöldin okkar eins og ég sagði áðan. Það er miklu skemmtilegra. En þannig eins og Lilja Margrét kom inn á, þá er fyrirkomulagið á því þannig að það verður kosið þetta í heild sinni en ekki einhverja einstakar breytingar. Og við erum með 39 fulltrúa, virk atkvæði, fullt hús, þannig að ég spyr þá bara þau sem eru samþykk þessari stefnu eins og hún stendur hér, vinsamlegast réttið upp atkvæði ykkar. Samþykkt í heild sinni. Það er frábært. Þá ætlum við að fara í vinnustofunar og ég biðst forláts. Það er hérna hún Silja Rún sem ætlar að sjá þær. Viltu koma hér upp og aðeins útskýra fyrirkomulagið? Sjá.
Já, get ég ekki bara haldið á þessu. Já, takk fyrir þetta. Eins og stendur í dagskrá þá eru hérna svona 2 holl af vinnustofum, það kaffin á milli. Þetta verður bara frekar létt og laggott, bara svona spjall. Ég er búin að skipta í hópa og síðan skiptir hópa eftir kaffi. Og núna í fyrstu vinnustofunni þá ætlum við að ræða annars vegar Menntasjóðinn og hins vegar bara sameiningar háskóla. Og ég mun skipta okkur í hópa og það verður hópstjóri í hverjum hóp sem er bara með tölvu og mun skrifa niður. Og þannig að þegar ég les upp bara fyrsta hóp þá má kannski hópstjórinn bara standa upp og eru ekki bara fyrir að vera hér inni, Lísa? Nei, við erum að dreifa. Ætlum við, já, ok. Þetta er einhverstaðar á dreifaglöðum, hann segir hvert. Ok, þannig að þá, já, eltið þið bara ykkar hópstjóra og endilega ef ég er síðan að gleyma ykkur þá látum við vita. Heyrðu, í hópi þar sem Lísa er hópstjóri, þú kannski byrjar bara að fara með hóp, ekki? Bara nice. Heyrðu, þar er Dagbjört SHA, Sigurbjörg SHI, Júlíus SFHB, NFHB, Emmitt, María SFHR, Kjartan SHI, Ingibjörg SHI og Magnús SHI. Þannig að ef ég las upp ykkar nafn með alltaf Lísu. Jæja. Og heyrðu, síðan í næsta hóp þá er Lilja Margrét hópstjóri, þannig að þú kannski stendur núna upp. Já, og í hópnum hennar Lilju, það er Styrmir SHI, Sindri Síne, Bríet SHA, Guðni Lís, Ástþór SFHR, Valgerður SHI, Margrét SHI, hvað sagði það? Og síðan Davíð SHI. Er ekki Margrét? Ok. Já, ok, geggja. Ok, næsti hópur þá ætla Íris að vera hópstjóri, var það ekki? Geggja. Já, þar er Rakel SHA, Salka SLHI, eða ekki? Bragi LBHI, Maggi mættur, Maggi SHI og Katla SHI. Þið eru í hópnum Írisar, þannig að þið megið bara elta Írisi. Síðan ætlaði Nanna að vera hópstjóri. Þannig að, og í hennar hóp eru, já, Arent. Þannig bara frammi. Já, ok. Sigurbjörg SHA, Steinun NFHB, eða ekki. Jón LBHI, Aron SFHR, Friðrik SHI og Auður SHI.
Nei, þið þurfum ekki að taka neitt. Sko ég nefnilega veit það ekki ef að þau, já. Já. Og þið sem eftir eru með mér í hóp. Frábært, þar er að tala
Við skulum þá bara hefjast handa. Næsta dagskrá eru lagabreytingar og við höfum 1 klukkutíma og korter til þess að fara yfir þær. En ég ætla að byrja á nafnakalli og ætla þá bara að lesa upp eins og áðan aðildarfélögin og atkvæðisfjöldan. Fyrst er það NFHB með 3 atkvæði. Takk. Og NLBHI með 2 atkvæði. SFHR með 8 atkvæði. Mitt. SH með 2 atkvæði. Og SHA með 7 atkvæði. Já, einmitt. SHI með 13 atkvæði. Já. Og SLHI með 2 atkvæði. Og Sýne með 2. Nice. Nær. Frábært. Ég ætla að fara yfir það hvernig lagabreytingar virka. Ég reyna að hafa í stuttu máli, en þetta var auðvitað í handbókinni líka og ef þið viljið hafa þetta fyrir framan ykkur, en svo líka auðvitað í lögum lýs í kaflanum landsþing. En það er svo að hver þingfulltrúi hefur 1 atkvæði og það er einfaldur meirihluti sem að ræður úrslitum. Það verður kosið með því að rétta upp seðilinn sem ég hafði fyrir framan ykkur. Það er hægt að óska eftir leynilegri kosningu og þá myndum við kjósa með atkvæðaseðlum. Og ef það er óskað eftir slíku þá er það kjörstjórn sem annast framkvæmd kosninga. Og hún Embla mun hafa skjal opið upp á skjá þar sem að farið er yfir hverja og eina tillögu og þegar kemur að því að taka tillöguna fyrir þá færir félagið sem leggur hana fram rök fyrir máli sínu og svo hefst umræða. Ég opna mælendaskrá og almennt er það þannig að framkvæmdastjórn fær að segja sína afstöðu fyrst og svo getið þið tekið til máls og við auðvitað bara hvetjum til þess að ef það eru einhverjar spurningar, einhverjar pælingar að óska eftir að fá að komast á mælendaskrá. Mælendaskráin verður einmitt bara svona hófleg og hver og einn hefur svona 3 til 4 mínútur til þess að svara. Ég er að miða við það sem stendur í verklagsreglunum. Ef það eru engar athugasemdir þá er gengið bara beint til atkvæðagreiðslu. Það má gera munnlegar breytingar á breytingatillögu út frá umræðunni og það verður að kjósa þær sér áður en kosið tillöguna í heild sinni. Og það eru þingfulltrúar, framkvæmdastjórn og nefndarmeðlimir sem að hafa tillögurétt og mega þá leggja fram svona munnlegar breytingatillögur. Það þarf hins vegar ekki munnlega breytingatillögu ef einhver vill breyta málfari eða stafsetningu. Þetta er allt yfirfarið að þingi loknu og það má heldur ekki breyta neinum texta sem gengur lengra en breytingatillögan sjálf. Einmitt, og dæmi, ef það er bara lína 3 í grein, þá má ekki breyta línu 1. Þannig að bara það sem er upp á skjá. Og ef umræðan dregst á langinn þá gerum við hlé. Og já, varðandi munnlegu breytingatillögurnar, ef að svo sem ber upp tillöguna er samþykkur munnlegu breytingatillögunum, þá getur hann í rauninni samþykkt þær án þess að þurfa að greiða sérstaklega atkvæði þær. Og þá
þyrfti ekki að greiða atkvæði munnlegu breytingatillöguna, heldur bara tillöguna í heild sinni. En til þess að samþykkja lagabreytingatillögu þarf meirihluta virkra atkvæða sem að það fullt hús, þannig að það eru 20 atkvæði og ef að tekin hefur verið afstaða til allra lagabreytingatillöga þá eru lögin borin upp til samþykktar í heild sinni og ný lög teljast samþykkt með meirihluta virkra atkvæða landsþings. Eru einhverjar spurningar á svo stöddu? Nei. Ok, þá er það tillaga númer 1 sem ég ætla að setja upp á skjá. Þetta er ok. Og þessi tillaga er lögð fram af framkvæmdastjórn og ég ætla þá bara að bjóða Lilju Margréti upp í pontu til að greina frá henni. Þetta kannski smá framhald af því sem við gerðum í morgun þegar við vorum að uppfæra gæðastefnuna í kjölfarið á breyttum gæðaramma. Þá sem sagt breyttist líka það var alltaf nefnd sem allir gæðastjórar háskólanna eiga sæti í, hún hét alltaf ráðgjafarnefnd gæðastjóra en hún breyttist í samstarfsnefnd gæðamál íslenskra háskóla og þetta hefur alltaf verið mjög svona óskrifuð nefnd en núna er búið að gera reglur hana og hún er frekar formföst þannig að okkur fannst bara viðeigandi að hún myndi líka vera í lögunum. Hitt er bara orðalagsbreytinga því að gæðaráð íslenskra háskóla er ekki lengur til. Núna heitir þetta gæðamat háskóla. Þannig að eina sem breytist er að það er verið að segja að gæðastjóri og forseti eigi fyrir hönd samtakana sæti í þessari nefnd. Og það er, ég veit að það er villa, autokorrekt var að bregðast mér, það á ekki að vera sama tökin heldur samtökin, en það verður lagfært í prófarkarlestri þannig að þið þurfum ekki að gera munnlega breytingatillögu á þetta. En þetta snýst það bara, gæðastjóri og forseti hafa alltaf verið þessir óformlegu stúdendafulltrúar í þessari ráðgjafarnefnd og núna er búið að formfasta það hjá nefndinni sjálfri, þannig að bara lögin okkar tali saman við reglur nefndarinnar. Ok. Þakka þér fyrir. Og við opnum þá fyrir mælendaskrá ef einhver er með spurningar eða pælingar eða athugasemdir. Ekkert slíkt. Ok, þá skulum við bara ganga til atkvæðagreiðslu og ég ætla að halda mig við bara samfyrirkomulag áðan og fá þá að spyrja þau sem eru samþykk þessari lagabreytingatillögu rétt upp spjaldið. Þá er það númer 2, sjá. Svona, og þessi er líka borin upp af framkvæmdastjórn, þannig að Lilja kemur hérna aftur að gera grein fyrir henni. Þetta er líka bara það sama eftir að það voru gerðar umfangsmiklar breytingar á rammaáætlun. Þá var formfast í henni að það er áfrýjunarnefnd gæðamats háskóla og þetta kemur í rauninni frá erlendu stjórninni. Það þótti eðlilegast að sæti í þessari áfrýjunarnefnd tilheyri gæðastjóra LÍS bara því að þar er þekking á gæðamálum og þetta er líka bara í takt við það að þetta sé breytingin felst í því að þetta sé í takt við gögnin þeirra, að þetta standi líka í lögunum okkar. Þannig að það fylgi alltaf sæti gæðastjóra að sitja í þessari áfrýjunarnefnd.
Það ekki greitt fyrir setu í henni og hún hefur aldrei komið saman og mér finnst ólíklegt að hún gera það en þetta bara svona formsatriði. Þannig að já, það allt sem ég hef að segja þessa nefnd. Þakka fyrir. Þá opnum við fyrir mælendaskrá. Einhverjar spurningar? Nei. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þau sem eru samþykk. Lagabreytingartillagan telst þá samþykkt og við förum í tillögu númer 3 sem hér. Svona, og þessi tillaga einnig frá framkvæmdastjórn og Guðni ætlar að kynna hana. Já. Sæl og blessuð. Guðni heiti ég, varaforstjóri, þekki mig nú eitthvað. Hérna kannski kynni þessar nýju tillögur sem ég að fara að kynna í heild sinni. Þetta eru þessar tillögur frá lagabreytingarnefnd. Við vorum að fara yfir verklagið hjá okkur. Tókum maraþonfund í byrjun mars þar sem við vorum bara eitthvað í 8 klukkutíma að fara yfir allt verklagið, styttum það 2/3. En við fundum ýmis atriði þar sem okkur fannst frekar eiga heima í lögunum og allar þessar tillögur eru voru bara í verklagi og okkur fannst frekar eiga heima í lögunum. En þessi tillaga varðandi 18. grein skyldur og réttindi fulltrúa í fulltrúaráði. Bara því að bæta við ákvæði þannig að hver fulltrúi í fulltrúaráði situr þar fyrir hönd aðildarfélags síns og tekur þannig ákvarðanir í nafni þess aðildarfélags. Og svo fulltrúar hafa fullan þátttökurétt við afgreiðslu mála innan fulltrúaráðs. Okkur fannst þetta bara eðlilegt og skýrt að taka þetta fram í lögunum. Já, ekki meiri rök. Þetta. Já, ég bara vera enn kannski. Já. Þá opnum við fyrir mælendaskrá. Ef einhverju með spurningar, athugasemdir, pælingar. Ekkert slíkt, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þau sem eru samþykk. Breytingartillaga samþykkt og þá förum við í númer 4. Og Guðni fær orðið aftur. Já, enn og aftur frá lagabreytingarnefnd. Breyting á 15. grein, lögmæti fundar og lögmæti atkvæðagreiðslu. Þetta var að því að í fyrrverandi útgáfu við viljum taka út þetta hérna með rafrænu atkvæðagreiðsluna og hún skuli send innan sólarhrings frá fulltrúaráðsfundi og hafa meðlimir fulltrúaráðs 2 sólarhringa til að frá boði til ljúkinu. Okkur fannst í rauninni þetta vera of þröngar skorður fyrir rafrænar atkvæðagreiðslur að þurfa að vera eitthvað sem fari í rauninni yfirum á fulltrúaráðsfundi. Þetta þurfa að vera eitthvað sem átt að vera til umræðu þar en tókst ekki vegna tíma eða eitthvað. Því að fulltrúaráðsfundir eru bara á 6 vikna fresti. Hluti geta komið upp og það er mikilvægt að fulltrúaráð geti ályktað hlutina og þetta skorað á framkvæmdastjórn að halda fulltrúaráðsfund ef vilja hafa virkilega ítarlegar samræður þetta. En já, okkur fannst betra að taka þetta út og svo er önnur tillaga að bæta við sérheimild til boðunar á rafrænni atkvæðagreiðslu. Já, það er annars rökin fyrir því að taka þetta út. Takk, og þá opnum við fyrir mælendaskrá. Einhverjar spurningar? Nei, þá göngum við bara til atkvæðagreiðslu. Þau sem eru samþykk.
Telst þessi lagabreytingatillaga samþykkt og þá förum við í númer 5 sem er hér, heimild til atkvæðagreiðslu utan fundar og Guðni fær orðið að nýju. Já, þetta er bara framhald af því sem ég var að segja. Forseta sé heimilt að setja mál sem fulltrúaráð þarf að kjósa og hafi ekki verið tekin fyrir á fulltrúaráðsfundi í atkvæðagreiðslu þegar þess er þörf. Atkvæðagreiðsla þessi má vera rafræn. Þannig að væntanlega bara gilda sömu reglur bara lögmæti atkvæðagreiðslu og venjulega, en þetta er ný grein, já, við erum að bæta henni við. Út af því við vorum að taka þetta út rafrænu atkvæðagreiðslunar áðan og það verður eina heimildin í lögunum fyrir rafrænum atkvæðagreiðslum, bara til að einfalda þetta og gera þetta skýrara. Takk fyrir. Þá opnum við mælendaskrá. Eru einhverjar spurningar? Ekkert slíkt. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu og þau sem eru samþykk. Já, fullt hús stiga, þá telst þessi lagabreyting samþykkt og við förum í númer 6 sem er breyting á faglegum ráðningum og Guðni aftur. Já, takk. Þetta var eitthvað sem var í verklagi bara og var ekkert í lögunum og fannst mikilvægt að það væri skýrt að faglega ráði starfsfólk LÍS, sem sagt framkvæmdastjóri eða kemur til þess að ráða einhvern annan faglega að þeir sækja sem sagt heimildir sínar til fulltrúaráðs LÍS. Frekar en bara einhver samnings. En auðvitað fulltrúaráð gerir hennar samning, þannig að en aðalmálið var bara að þetta var í verklagi og bara komið sér í lögin. Takk fyrir, þá opna ég mælendaskrá. Já. Skilja rétt að Nafn og sko. Sindri Freyr frá Síne. Skilja rétt að þetta er aðalega að vera, eða ætlunin þarna er að fulltrúaráðið staðfesti. Þetta því að eins og ég les þetta þá er þetta að þau ákveði launin og við vorum bara að velta fyrir okkur hvort að var ekki eðlilega að miða við kjarasamninga eða eitthvað annað slíkt. Ég ætti að leggja til breytingu þessu, já. Ég var ekki að leggja henni til, ég var að beðja bara skýringu í raun og veru. Skýringu, já. Út af því að þarna stendur ákveða, en ég myndi halda að það er kannski hentur að tala bara staðfesta. Þetta því að... Jú, það er rauninni, þeir alltaf eftir kjarasamningum gildandi af því að þetta fjármagn er auðvitað frá IHM og Visku. Þannig að... Viltu leggja fram breytingatillögu? Get lagt það til, já. Hvort þú viljið skipta út orðinu ákveða fyrir staðfesta, bara eða hvernig sem að það hentar best. Hvor ykkar? Þú? Og staðfest er af fulltrúaráði. Já, staðfest er af fulltrúaráði. Þá í rauninni að skipta út ákveðin bara fyrir staðfest? Í sjálfum sér. Það því mér þykir ekki rétt að fulltrúaráðið sjálft ákveði þetta. Já. En ég veit að í praxís væri það náttúrulega aldrei þannig en... Ég er þannig séð alveg hlynntur þessu sko. Það er bara... Það er hugsa að skerpa á. Já. Mér finnst það heppilegra orðalag í rauninni. Þannig að ég er alveg til í að breyta þessu bara. Samþykkja þetta bara. Hver með... Nei, já, þú ætlar að samþykkja þetta? Ég ætla að fara eitthvað orðagrín. Já. Einhver annar sem vill taka til máls? Já. Ég held að það heyrst ekki mikið. Ég held að segja, þetta er bara með streymi. Já, ég get kannski bara að tala hér. Það er ekki alveg þess að Já. það kemur líka inn í sal, svo. Það er kannski... Er það? Það er ekki svona, sko. Ég er bara, það er ekki tilgangur með því. Já, það breytti því bara. Það er ekki svo mikið á fólki. Nei.
Já, ég bara, tala þeirra. Ekkert mál. Þannig að hérna engar aðrar pælingar. Nei. Og þú sáttur? Já, ég fannst alveg á þetta. Yes. Þá göngum við bara til atkvæðagreiðslu lagabreytingar tillöguna í heild sinni og þau sem eru samþykk. Já, ég held þessi fullt hús stiga. Þá telst þessi lagabreytingar tillaga samþykkt og við förum í 7. Það er breyting á 38. grein sem kveður á framkvæmdastjóra samtakana og Guðni, gjörðu svo vel. Já, takk. Já, hérna, kannski fer bara niður í rökstuðningin af því að þetta er voða mikið bara orðalagsbreytingar og við erum að bæta við ábyrgð framkvæmdastjóra á bókhaldi samtakana. Það var ekki áður í lögunni. Og við tókum út að hérna, framkvæmdastjóri semji starfs- og launakjöru fulltrúaráð bara í þessu síðasta til að tók fyrir hérna. Já, og ég er bara að tala það hérna í rökstuðningnum, en annars bara aðalega að bæta við ábyrgð á bókhaldi og gera orðalagið aðeins heppilegra og þjálla. Takk fyrir. Opnum við mælendaskrá. Sindri. Ég er hvorki með breytingun, ég veit að athugasemdin mín á í raun og ekki við einu sem breytinguna sem slíka, en ég hef bara velt upp þeirri hugmynd hérna stendur að fulltrúaráð sé heimilt að ráða slíkan framkvæmdastjóra og ber hann því ábyrgð á þessum hlutum. Ef að þau myndi ekki nýta sér þá heimild, hvar myndi þessu ábyrgð liggja? Og þetta er ekki eitthvað sem við þurfum að leysa núna. Við bara veltum þessu upp. Já, Maggi er kannski með svar við þessu? Já, er það ekki ráðum framkvæmdastjóra? Já. Öll hlutverk framkvæmdastjóra fara frá lögum. Getum við hérna Ísa ekki kasta. Kasta þessu. Ég vil ekki kasta. Ég kann ekki að grípa. Nei, djók. Já, í lögum þá falla öll hlutverk framkvæmdastjóra undir hlutverk forseta, embætti forseta. Þannig að það er gert ráð fyrir þessu og stundum bara í eitthvað svona sparnaðarskyni og eitthvað er ekkert ráðinn framkvæmdastjóri, þannig að þá er það forseti sem sinnir þeim hlutverkum. Maggi, SHÍ. Takk, Maggi frá SHÍ. Gott svar. Já. Frekari pælingar? Nei. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þau sem eru samþykk. Jó, og þá telst þessi lagabreytingartillaga samþykkt og við förum í 8. Breyting á 27. grein varaforseta. Gjörðu svo vel. Já, hérna, þetta er sérst 27. grein varaforseta og ég er að taka út í rauninni ábyrgð hans á því að sjá allt útgefið efni samtakana. Þetta er í rauninni bara ákvæðið sem hefur staðið nokkuð óbreytt frá því að varaforseti var á launum. Ég er ekki á launum og það er í rauninni bara heppilegra að sá einstaklingur sem er að sjá allt útgefið efni samtakana sé eitthvað sem er á launum, svo forseti sem er þá næsta lagabreytingartillaga er bara í rauninni að færa þetta yfir á forsetahlutverkið. Þá opna ég mælendaskrá. Ok, þá göngum við til atkvæðagreiðslu og þau sem eru samþykk. Þá telst þessi lagabreytingartillaga samþykkt og við förum þá í 9. sem eins og þú sagðir snýr að þessu. Já, þetta er í rauninni bara það sama fært yfir á forseta. Hérna, forseti hefur yfirumsjón með öllu útgefnu efni samtakana.
Og við opnum mælendaskrá. Og við lókum mælendaskrá og hérna göngum þá bara til atkvæðagreiðslu þau sem eru samþykk. Já, og þessi lagabreytingar til að telst samþykkt. Og þá er það 10. Þetta er breyting á 40. grein nefndir samtakana. Já, við erum í rauninni bara að taka út frekar svona ákvæði sem okkur fannst óþarfa að kveða á í lögum og vildum færa það bara í verklagið að það væri einhver svona frestur einhverjar 2 vikur eftir annan fulltrúaráðsfund starfsársins til að sækja í nefndir. Okkur fannst það bara heppilegra að tala nefndarstörf í verklagsreglum. Og við opnum mælendaskrá. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu þessa tillögu, þau sem eru samþykk. Þá telst hún samþykkt. Við erum að rugla tíma. Já, ég hef aldrei verið vitni af öðru eins. Ekki tala fljótt, sko, það er eftir. Það er síðasta tillagan, 11. tillagan, hún er frá Sýni. Já, skulum opna hana. Sækja nöfnu, já. Heyrðu, hann held ég. Já, lagabreytingatillaga frá Sýni og snýr að skipan í stjórn Menntasjóðs námsmanna og Sindri Freyr ætlar að greina frá. Já, eins vel og ég get allavega. Nanna skrifaði þetta snýr aðalega að því að samræma okkur að bæði bara því verklagi sem að tíðkast og samræma okkur að þeim ferlum sem að SHÍ skipar í stjórnina fyrir hönd opinbera háskóla. Þannig við erum bara að festa það í sessi að lánasjóðsfulltrúi Sýni sé fulltrúi Sýni. Þetta er í raun og veru ekki flóknara en það. Einhverjar spurningar varðandi það? Hvernig kannski er stjórnskipulagið hjá í Sýni? Og nafn og félag. Arent SHÍ, hvernig er kosið í þessu stöðu? Í stöðuna lánasjóðsfulltrúa. Það er kjörið í hana á aðalfundi Sýni. Já, þú veist, þannig að ég bara, er þetta sér embætti sem bara kjörið eins og í SHÍ? Nei, það er raun og veru kjörið í stjórn og svo er ákvarðað þar meðal innan milli. Þannig ekki að félagsfólki undir afstöðu? Sko, nei. Ég geti þurft aðeins að rifja það upp, en ég er nokkuð viss að stjórnin er kjörin og ákvarðað sín á milli. En ég skal fletta það upp fyrir þig. Já, bara, þú veist, er þetta ekki basically það sama? Þú veist, þá er þetta einhver breyting fyrir ykkur? Hvað segirðu? Er þetta einhver breyting þá fyrir ykkur? Ekki í praxis er þetta engin breyting. Þetta er rauninni bara að samræma okkur við hvernig þetta orðalagið er fyrir hönd SHÍ og það væri þá bara að skerpa á þessu og þá væri þá væntanlega þegar að þegar það kannski kemur einhver aðeins meiri fyrirsjáanleiki það hvernig það verður varðandi einkarekna háskóla og skólagjöld og allt þetta og þá kannski kemur einhver skýrleiki á það, þá væri þetta 3 lánasjóðsfulltrúar sem sinna 3 ólíkum hópum. Já, flott. Takk. Frekari spurningar? Þá göngum við, takk Sindri, þá göngum við til atkvæðagreiðslu, þau sem eru samþykk. Og lagabreytingatillagan telst samþykk.
þannig að þú vilt rauninni færa þetta alls fram. Já, og bara í rauninni hafa frítíma. En kaffið er Nei, ég er að spyrja. Sækið? Sorry. Í rauninni byrja ég bara frítíma núna, 45 mínútur og svo byrja aftur. Þannig að rútan fer 15-30 sekúndur. Ok, við skulum klára algjörlega þannig lið. Við þurfum að klára lögin í heild sinni. Eru einhverjar spurningar áður en að við gerum það? Nei. Ok. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þau sem eru samþykk lögunum semst í heild sinni með þessum breytingartillögum. Já, telst samþykkt, það ekki? Ok, hérna, ef að klappa fyrir því. Ok, samkvæmt hérna dagskráni þá á að vera kaffi klukkan 2. Í ljósi þess að við erum búin svona snemma þá var Lísa að spá að hérna, þið færi bara í hlé núna og kaffið yrði þá korter í 2 og þá kemum við aftur hingað klukkan 2 og það verður semst kaffi og með því. Þannig að það er á leiðinni. Og komum hingað þá aftur klukkan 2 og þá verður síðasti dagskráliður eða samkvæmt formlegri dagskrá áður en að þið farið í krömu. Þannig að hittumst aftur hér klukkan 2 og verður aftur nafnakall og það. Ok, takk fyrir.
Hefja síðasta dagskráliðin fyrir kraumu. Ég ætla að byrja á nafnakalli og já, byrjum bara á NFHB með 3 atkvæði. Nice. Og NLBHI 2 atkvæði. SFHR með 8 atkvæði. SH með 2 atkvæði. SHA með 7 atkvæði. Og SHI með 13 atkvæði. Og SLHI með 2 atkvæði. Og Sýni með 2 atkvæði. Ok. Við erum að fara í samantekt eftir vinnustofunar og ég ætla bara að biðja hópstjóra að kynna umræðurnar sem komið fram á þeim vinnustofum. Já, kannski bara fá alla hópstjóra upp í einu. Er það ekki bara? Og þeir svo bara ráðið hver byrjar. Þetta er kannski hérna Sko, í fyrra hólli ræddum við dálítið mjög þung málefni á allt of stuttum tíma því að við byrjuðum kannski aðeins svo seint. En svona samhljómurinn í okkur var að við hefðum átt mjög góðar umræður Menntasjóð. Það var alveg svona mismikil þekking af því þetta er náttúrulega mjög þungt topic en mjög góðar umræður átt sér stað. Ég kannski nefni það í mínum hóp þá kom smá skemmtileg pæling sem var að hanna krossapróf sem við myndum leggja fyrir alla sem eru í háskólanámi á Íslandi. Bara hvað við vita Menntasjóð og við smíðum nokkrar spurningar bara svona sem dæmi sem við gætum lagt fyrir fólk. Bara svona, þú veist, hvað heldurðu að barnabætur séu háar? Erfast námslán, hvenær þarftu að byrja að borga af námsláninu þínum? Er til fjárhagsáætlun hjá Menntasjóði námsmanna? Hvað heldurðu að séu margir starfsmenn hjá Menntasjóði? Hvort heldurðu að séu hagstæðara, LÍN eða MSNM? Og bara svona vera með einhverja svona spurningar, krossa eða bara rétt eða rangt og vinna eitthvað úr þeim niðurstöðum bara svona til að kannski varpa ljósi á hvað þetta er óskiljanlegt batteri eins og það er núna. Þannig okkur fannst það skemmtileg pæling. Og við töluðum líka smá einhverja svona allsherjarkönnun, við útfærum það ekki jafn vel og krossaprófið, en þetta var allavega skemmtileg hugmynd sem kom út frá því. En það var svona svolítið niðurstaðan hjá hópstjórunum sem við frestuðum atkvæðagreiðslu á í gær, sem er þessi yfirlýsing sem NFHB og SHA eru búin að vera að vinna í og við ræðum kannski bara betur á morgun. En við tókum svolítið saman niðurstöðurnar úr sem sagt seinni partinum og kjörnuðum þetta dálítið niður í inngildingu og þátttöku stúdenta og ég kannski byrja að kynna bara það sem við ræddum í inngildingu. Minn hópur ræddi aðgengi mjög mikið og sérstaklega þá við ræddum auðvitað líkamlegt aðgengi að byggingum. Það væri hægt að krefjast þess að það yrði gerð aðgengisúttekt í öllum háskólum. Það hefur verið gert í sumum háskólum, ég veit að stendur dálítið í stað í HÍ þó að það hafi verið gert í sumum byggingum. Við ræddum það dálítið en svo ræddum við líka félagslegt aðgengi og þá sérstaklega fjarnám í því samhengi. Og við töluðum mikið að við þyrftum að krefjast þess að yrðu auknar gæðakröfur fjarnám og fjölbreyttara úrval námsleiða í fjarnámi. Og þetta er jafnvel efni í einhvers konar ályktun frá okkur ef það er áhugi fyrir því. Í öðrum hópum var rætt að það þyrfti meiri skilning og stuðning ósýnilegar fatlanir. Vill hópstjóri þess hóps útskýra það nánar? Já, ég held að það hafi verið Lilja.
þú veist. Já, Lilja farin, já. En þú veist, bara í raun og veru ADHD eitthvað svona. Skynsegin fólk. Já, til dæmis skynsegin fólk en ADHD sem vill einhvern stuðning, svona sértækan stuðning frá eins og námsráðgjafi. Ég held að það sé allavega það sem mynd á með þessu. Annað með inngildingu, það var mikið rætt í einum hópnum verknám á fleiri stöðum og höfuðborgarsvæðinu. Einmitt, það er ekki vandamálið. Verknám á fleiri stöðum en á höfuðborgarsvæðinu. Fjölbreyttari stoðþjónustu, náms- og starfsráðgjöf, sálfræðiþjónustu, iðjuþjálfar, félagsráðgjöf og aðgengisfulltrúa. Við ræddum aukið námsframboð á ensku líka, það er inngildingarmál og eitthvað sem við gætum barist fyrir. Og er ég að gleyma einhverju? Það stendur peace and love, ég veit ekki alveg hvað það þýðir. Já. Og líka hérna... Já, nei, ég glemdi þessu. Já, og hóparnir ræddu líka mikið fjölbreyttara námsframboð fyrir sérnám fyrir fólk með fatlanir. Já, ég hef búin að segja það. Já. Peace and love, emitt. Já, ég hef búin að tala um þetta. Já, nei, ég glemdi samt þessu. Það kom eitt smá skemmtilegur punktur varðandi sýnileika sem ég ætla að leyfa þér að tala um. Já. Við hérna, hvað á ég að halda þessu? Við getum líka að halda á kattspóks. Nei, þú snið, að þetta ekki svona? Nei. Svona? Já, ekki. Hata mikrofónu. Hérna, já, sko í mínum hópi þá kom hérna frá Landbúnaðarháskólanum hérna eitt svolítið skemmtilegt að þeir sem að útskrifast það tekið viðtal við alla og þeir fá sem sagt, ég veit ekki nákvæmlega hvað kemur fram þarna bara, þú veist, þannig að rauninni fólk fær að sjá hversu fjölbreyttur hópur það er sem er að útskrifast, ekki bara fólki kannski sem er að taka þátt í stúdentapólitík eða þú veist, er ábyrgðandi, heldur bara, þú veist, einhver 50 maður að útskrifast úr þessu og þá hugsar einhver, heyrðu, ég get kannski gert þetta, einhver, eða þú veist, fólk er alls konar og hérna, ég var ekki með undirbúið þetta, ég veit ekki alveg hvað ég að segja. Mér finnst það bara geggjað, okkur fannst þetta geggjað, veit ekki hvernig við ættum að útfæra það, hvort við ættum að vera með fleiri blöð með viðtölum við alla sem útskrifast. Eða bara eitthvað svona samfélagsmiðla herferð. Já. Þú veist, það er einhver pæling. Já. Mér langaði samt líka að segja að þetta er sko á hvoru blaðinu eitthvað svona nær öllu sem var rætt og við erum sko sveittar að reyna að ná utanum það því þetta sko allavega frá mér séð voru þetta ótrúlega góðar og líflegar umræður. Getur þú tekið hitt það? Varandi þáttökustundi, já, ég get það, já. Einmitt, ég ætla að fá að setjast samt. Já, varðandi þátttökustúdenta að þá reyndum við að kjarna þetta niður í svona 2 vandamál út frá því sem hóparnir ræddu. Það er að okkur er ekki hleypt að borðinu og valdefling stúdenta er kannski erfið stundum. Hvað þurfum við til að auka þátttöku stúdenta? Jú, við þurfum lögfestingu stúdentafulltrúa, það kom fram í einum hópnum. Við þurfum hvata og virðingu innan skóla til þess að tryggja þátttöku stúdenta. Til dæmis, það er þannig í mörgum Evrópulöndum að ef þú ert virkur í einhvers konar stúdentapólitík að þá eru inn í því einingar, það eru launaðastöður eða þú færð endurgreidd skólagjöld eins og er til staðar í HR til dæmis, en í engum öðrum skóla held ég. Og Bifröst líka. Já, er það þannig í Bifröst? Það er náttúrulega ekki skólagjöld lengur, en það var þannig að þið fenguð skólagjöldin niðurfelld fyrir að hluta til. Ok, einmitt. Og þetta er mjög algengt í mörgum Evrópulöndum. Ég hef rætt þetta svolítið við kollega mína í European Students Union og þau fá flest að minnstakosti einingar en oft eru bara mjög margir starfsmenn á launum við að sinna hagsmunabaráttu og vera inn í öllum málum sem varða stúdenta háskólasamfélagið og gæðastarf og bara að tryggja réttindi stúdenta. Við ræddum líka svolítið í mörgum hópum til þess að þáttaka stúdenta geti skilað árangri að þá þarf að tryggja stofnanaminni af því að það er mjög oft hröð endurnýjun á fólki sem er aktíft í hagsmunabaráttu og þá væri kannski ráðlegt að formfesta þekkingarmiðlun milli ára. Við erum svo sem ekki með neina svona formfastar pælingar hvað það varðar en það var eitthvað sem var rætt í sömu hópum. Hvað getum við gert?
sem stúdentar. Við getum nýtt fjölbreytni okkar og við getum farið fjölbreyttar leiðir þegar við reynum að taka þátt í því að móta háskólasamfélagið okkar. Það er hægt að gera bara með samtali, vera ótrúlega dipló eða með því að pönkast þegar það á við. Það er mikilvægt að við eigum samskipti okkar á milli eins og við erum að gera núna á þessu landsþingi. Nú erum við að taka þátt öll saman í að reyna að móta og meitla það sem við erum að gera innan okkar aðildarfélaga. Og það er kannski mikilvægt að við séum í samskiptum svo að við séum með einhverjar heildstæðar kröfur sem leiða til langtíma árangurs. Og lykillinn að þessu eru bara virkir og vel undirbúnir stúdendafulltrúar. Ég kannski leyfi þér að taka flæðipunktinn af því að mér fannst þú með svo góða leikræna tilburði. Já, í mínum hóp þá ræddum við svolítið sko, upplýsingaflæðið og svona hvort við höfum sæti við borðið og allt það. Og hérna, ég bjóð til þess að fínu mynd, hérna eru nemendafulltrúarnir. Þeir eru í samskiptum við háskólana, deildirnar eða þú veist hvað einingar sem það eru. Það þarf að vera flæðið þar á milli, við þurfum að fá upplýsingar, við þurfum að gefa upplýsingar, En við þurfum líka að passa í hina áttina að við séum að tala við stúdenta og stúdentar séu að tala við okkur. Að við getum ekki talað fyrir stúdenta ef við erum ekki að fá að vita hvað þau þurfa. Svo förum við upp. Það er mikil ábyrgð að vera nemendafulltrúi. Svo förum við upp og komum á þennan vettvang og tölum saman til þess að það sé hægt að vera með heildræna og góða stefnu í málefnum, deila þekkingu og það sé ekki alltaf tvíverknaður alls þar, skiljiði, þú veist, að HA og HÍ sé bara að vinna sama eða eitthvað, í staðinn fyrir að það sé bara deila þekkingu. Ég er ekki að tala um neitt dæmi, sko, ég bara, ekki eins og skólar neitt námsstæð. Já, þetta voru leikræni turnburðinni mínir. Ég var með í hendina sem kaffi. Erum við búnar þá? Sorry, mér líður eitthvað óþægilega að vera hérna. Já, en sko, við erum svo sem alveg búnar, en sko markmiðið með þessum vinnustofum er að móta einhvers konar sameiginlega afurð þingsins, sem sagt að það sé einhver niðurstaða sem felur í sér áskorun til nýrra stjórnvalda eftir umræður þingfulltrúa. Þessi samantekt núna er bara svona vísir að einhverju umræðu og svo getum við haldið áfram að ræða og afgreiða hver afurð þessa þings á að vera. Það er komin upp smá hugmynd allavega út frá hópavinnu í mínum hóp sem ég langar að sýna ykkur og það er, ég veit ekki hvort ég er að halda honum allt og nálægt. Ó já, sorry. Svona. Okkur datt í hug að því að við ræddum mikið, þú veist, þegar við vorum að tala um aðgengi þá vorum við mikið að ræða um fjarnám og við erum búin að búa til eitthvað svona vísi að ályktun sem ég langar bara svona svolítið að sýna ykkur. Hún er mjög stutt eins og en mér langaði bara svona kannski að athuga hvað ykkur fyndist að gefa frá okkur slíka ályktun eftir landsþing og ég kannski opna fyrir mælendaskrá og höldum lengra. Já. Já, takk fyrir þetta og við opnum þá fyrir mælendaskrá ef það eru einhverjir sem vilja fá orðið. Engin með spurningar eða einhverja vangaveltur? Nei. Hvað finnst ykkur ályktun aukið aðgengi og gæði í fjarnámi? Verður þessi ályktun til umræðu á morgun? Já. Já. Þannig að það er hægt að melta þetta. Okay. Hún verður að komin inn í fundagögn. Sorry, ef ég má stefna orðinu. Já, ég ætla að taka það ná. Hún er komin inn í fundagögn. Ef þið viljið bæta inn í hana eða gera athugasemdir og lesa hana í rólegheitum og svo gætum við haldið áfram að ræða hana á morgun. En eins ef þið viljið gera annars konar ályktun tengda því sem þið hefur rætt hér helgina að þá
er hægt að senda inn ályktun þangað til klukkan 10 fyrramálið og ég hvet ykkur til þess að melda það hvað þið viljið gera. Og mætti gera bara suggested í beint í skjalið eða þarf fólk að bíða þangað til á morgun? Nei, það má gera suggestions beint í skjalið. Þetta er í rauninni lifandi vinnuskjal, bara þangað til á morgun. Ekki breyta beint en bara gera suggestions. Þannig að Já. Ok. Einhverja frekari vangaveltur? Nei, ok. Þá bara áður en að við slítum þinginu fyrir daginn í dag, þá er einhverja tilkynningar kraumu, ekki satt? Jú. Þú að Hjalti? Já. Svo líka, við gætum tekið samninga þeirra núna, því við höfum fundalinnum sem fyrstaði gær, sem ætlaðum að taka á morgun. Gætum tekið hana. Kannski tala með Lindu að við erum með? Í því, jú, hún að fara með. Ég ætla að koma. Ok, en það er ekki kjósum að taka þetta fyrir núna? Jú. Ok. Þannig að þú fórsetið leggja til? Já. Ég er bara að loka henni. Má ég leggja til þetta? Já, ég ætla allavega að loka þessum lið þá formlega með samantæktina og gefa þér orðið sem ætlar að leggja til breytingu á fundardagskrá. Já, mér langar að leggja til að fundaliðurinn sem við frestuðum í gær af því að það vantaði allnokkra þingfulltrúa, sem sagt yfirlýsing sameiningaviðræðna HA og HB. Mér langar að leggja til að við tökum hana fyrir núna því við höfum smá auka tíma. Þið voru rosa fljóta að afgreiða lagabreytingarnar, ég bjóst ekki við því. En af því að við ætlum að tróða því inn í dagskrá á morgun, en eins og ég sagði ykkur í gær að þá getur það leitt til þess að þingið dregst aðeins á morgun og mér langar frekar bara að við höfum meiri tíma til að bara fara heim og chilla á morgun. Þannig að ég legg formlega til að við afgreiðum það núna. Ok, og við ætlum þá að greiða það atkvæði. Þau sem eru samþykkt breytingartillögu á fundardagskrá. Það er samþykkt. Ok, þá gerum við það. Augnablik. Eða sko ég Ég er að velta fyrir mér hvort að þú viljir stýra þessum lið. Já, ég til það. Þannig að fá þig bara hingað upp. Ég bregð mér í hlutverk fundarstjóra. Já. Þú mátt fá þetta á. Já, við ræddum þetta í gær, en ég er að velta fyrir mér hvort það væri hægt að fá Silju og Öglu aftur upp til þess að kynna yfirlýsinguna stuttlega fyrir þeim sem voru ekki hérna í gær. Eru þið til í það? Okay. Þetta er yfirlýsingin. Hún hefur legið fyrir í fundagögnum, en bara gott að heyra sjónarmið stjórnarfulltrúa. Getur sett það, við vorum með það bara hér í gær. Það var gott. Við vorum bara með þetta svona. Já, þannig, já, þú myndir þetta. Já, bara geggja fyrir þá sem heyrðu þetta allt saman í gær að fá aðeins upprifjun bara. Þetta er skemmtilegt mál, þannig að hérna. Halló. Það er guðast þess.
Sorry. Hverju lagi ekki að Pælingar. Hérna, fundið, sorry, afsakið þessa byrð. Ef við ekki bara aftur að taka svona svipað samantekt og gera það? Já, takk. Já, þessi yfirlýsing hérna er bara aðkomu stúdenta að mögulegri sameiningu. Þetta er ekki hvort við séum með á móti sameiningu, þetta er meira bara að við viljum fá að vera partur af þessu öllu saman. En já, við vorum með svona stutt sögulegt samhengi bara svona. Að haustið 2023 þá leitaði rektor HB til rektors HA í pælingum sameiningarviðræður. Háskólaráð HA samþykkti þá að bara fela rektor að það samtal myndi hefjast og gerði frumathugun mögulegt samstarf. Á háskólaráðsfundi eftir það kom frá bókun frá stúdentaráði þar sem að það lagði ríka áherslu á aðkomu stúdenta og hugað yrði hve ólíkar stofnunar eru og þurfti að passa upp á það líka bara. Og síðan 15. desember kom fýsileikaskýrslan góða sem að var smá óskýr eða svona, já. Aukafundur var hjá háskólaráði eftir þessa fýsileikaskýrslu þar sem var bara verið að tala þessa skýrslu og þá var háskólaráð að heimila rektor að halda áfram með næstu skref samkvæmt fýsileikaskýrslunni. Og á háskólaráðsfundinum eftir þetta þá maður sjá, já, af því að þá kom fram að fulltrúar stúdenta yrðu ekki í viðræðuhópi þessa sameiningu og fulltrúar háskóla samfélagsins sátu með þess að hjá þessum atkvæðagreiðslum af því að þeim fannst þetta ósanngjarnt líka. Á næsta háskólaráðsfundi þá biður stúdendafulltrúi að fá að vera partur af þessum viðræðuhópi aftur og því var aftur hafnað. Þannig að á októberfundi háskólaráðs þá fór stúdendafulltrúi með þessa bókun sem ég ætla bara svona að renna hratt yfir svo þið áttið ykkur á síðan samhenginu bara. En þessi bókun hún var einróma samþykkt af stúdendaráði þegar við fórum með hana. En hún hljóðar svo: Stúdendaráð harmar það ákvörðun háskólaráðs á háskólaráðsfundi þann 29. ágúst síðastliðinn að hafna stúdentum sæti í viðræðuhópi vegna samtalsins við Háskólann á Bifröst. Stúdentaráð hefur frá fyrstu fréttum mögulega sameiningu verið skýrt í sínum kröfum mikilvægi aðkomu stúdenta að málinu, til dæmis með bókun sinni á háskólaráðsfundi 27. september 2023 og einnig hefur stúdendaráð kallað eftir því að sameining eigi sér stað á þeim forsendum að auka gæði, efla nám og styrkja lærdómssamfélag stúdenta. Háskólaráð hefur einnig lagt áherslu á ofangreindar forsendur í sínum fundagerðum varðandi málið. Með því að hafna stúdentum sæti í viðræðuhópum háskólaráð ekki að sýna fram á raunverulegu vilji fyrir að aðkoma stúdenta sé til staðar og stúdentaráð telur það alvarlegt í ljósi þess að möguleg sameining er mikið hagsmunamál fyrir stúdenta. Þann 15. desember síðastliðinn var fýsileikaskýrsla birt sem vakti frekar upp spurningar en svör og stúdentaráð furðar sig á því að ekki eigi að bregðast við gagnrýni stúdenta og ekki eigi að gefa stúdentum kost á því að eiga aðkoma að málinu. Og eftir að þessi bókun var komin á þessum októberfundi háskólaráðs þá var stúdendafulltrúi beðinn að taka þessa bókun tilbaka á þeim forsendum að þetta liti illa út fyrir háskólan ef að þetta kæmi út í fundagerð háskólaráðs sem er bara akkurat pointið okkar. Við viljum við viljum að fólk sjáu að þetta hvernig þetta er. Síðan, já, ég að gefa ykkur svona smá þessa upplifun af því að það er smá öðruvísi upplifun okkar í Háskólanum á Akureyri og Háskólanum á Bifröst og til dæmis fyrsti samráðsfundurinn sem var með
stúdentum úr báðum skólum og báðum rektorum þar sem við varum að tala þá fengum við í HA fundaboð með dagsfyrirvara en það var töluvert lengri. Það var vika cirka, Já. Það var 4 dagar hjá okkur. Sem að þau fengu. Og síðan næsti samráðsfundur þá fengum við viku fyrirvara sem var mjög góð bæting. Og þannig að við erum núna bara svona, viljum fá að vera partur af þessu og eins og framkom í pallborðinu í gær að þá var að koma póstur í gær þar sem var að tala um þennan verkefnastjóra og þá ekki stúdendafulltrúi í þeim hóp. Þannig að ég ætla að leyfa þér kannski líka bara að segja aðeins frá ykkar upplifun. Já, okkar upplifun hefur svolítið verið akkurat öfugt við þeirra þar sem að við eiginlega fengið bara verið með í lúpunni frá byrjun. Við fáum vikulega pósta frá rektor og þess að hún bara gefur okkur update bara allt sem búið í gangi og meðal annars þá líka með samningamáli. Og hún tekur það líka fram, ef það ekkert að frétta í samningamálinu. Það bara, þá er bara ekkert að frétta, sjáumst í næstu viku. Þannig að, já, við höfum óskað eftir og krafist þess að fá stúdenta við borðið. Ég held að við bara ekki sammála tímasetninguna. Við höfum alltaf fengið bara að vita, fengið bara þau svör, þið fáið sætið við borðið þegar það kemur ykkur við. En okkar mati finnst okkur að koma við leið og samninga verið að hefjast, sem svolítið pointið kannski með þessari yfirlýsingu. Og þessi yfirlýsing snýst þá helst það einmitt þennan viðræðuhóp sem myndaður með þessum verkefnastjóra. Og þar eru ekki stúdendafulltrúar og við viljum fá stúdendafulltrúar úr báðum skólunum, bara einn úr hvorum sem getur fengið að vera partur af þessum viðræðuhópi. Og við erum líka bara, að því að þetta núna bara í HA og Bifröst, en þetta kemur í raun öllum við að því að það alveg pæling að sameina eitthvað annað en bara HA og Bifröst. Þannig að leið að það komi dæmi fyrir því að það sé bara ekkert mál að sleppa stundum og það bara gekk ógeðslega vel og það bara fór allt í gegn og eitthvað, þá getur þetta bara orðið vani og fólk bara verið að gera þetta. Þannig að ákveðið fordæmi fyrir að setja strax stúdenta inn í Já, þannig að við viljum bara svona ykkurðandi á þessu, þannig að já, þetta ekki bara flott, Lísa? Ættu ekki að vera? Nei? Ekki bara? Já. Takk fyrir þetta. Ég ætla að opna mælendaskrá ef það einhverjar spurningar frá ykkur. Já, Lísa. Viltu taka stundin? Kannski bara koma inn á það sem að Lilja kom inn á í gær því hún þurfti frá að hverfa. Hún hélt mjög góða ræðu sem ég get ekki endurflutt en hún ræddi svolítið bara mikilvægi þessar yfirlýsingar ekki bara fyrir þessa 2 skóla heldur bara líka fyrir fordæmið sem þetta myndi skapa vegna frekari sameiningar háskóla að það séu stúdendafulltrúar í svona teimum eða allavega viðriðnir og upplýstir ferlið alveg bara frá byrjun. Þannig mér langaði bara að endurtaka það, af því að mér finnst það mjög góður punktur. Þetta varðar bara þessa 2 skóla núna en þetta varðar okkur öll í stærra samhengi. Einhver annar sem óskar eftir að taka til máls? Nei, þá lokum við mælendaskrá og göngum til atkvæðagreiðslu þessa yfirlýsingu og þau sem eru samþykk og yfirlýsingin telst sem samþykk, já. Og þá erum við með tilkynningu Kraumu sem að Hjalti ætlaði að vera með, að það ekki? Og ertu til í að taka þá? Já. Ég skal koma. Við ætlum í Kraumu á eftir, eða það verður rúta í Kraumu á eftir fyrir þá sem vilja.
Hvað er ég með þetta? Skipulagið á þessu þannig að ef þið viljið fara í Kraumið þá komið þið með og þið borgið hálfvirði af því sem að kostar að fara í Kraumið, sem eru held ég 3.750 krónur eða eitthvað álíka. Og restin er afsláttur og hvað verður það lýs. Rútan fer héðan klukkan 15:30. Svo við förum með rútu til Kraumu, förum ofan í og leggjum síðan á stað aftur hingað í LBHÍ. Þegar við bara komin upp úr og inn í rútu klukkan 18:40. Ef þið viljið vera með, þá bara komið upp í rútu og greiðið fyrir að fara ofan í Kraumu. Og síðan þegar við komum aftur hérna upp í LBHÍ, þá fáum við kvöldmat klukkan 7 og eftir kvöldmat er karaoke á Kollubar. Já, í annað skiptið sem að það er gert í röð, karaoke á Kollubar á laugardegi. Svo gangi hægt gleðina dyr út því að rútan fer tilbaka upp á Bifröst klukkan 11:30. 11:30? Já. Og ekki týnast. Hefur það gerst? Þú getur labbað. Ég var það ekki. Fleira var ekki. Nei, geggjað. Þá er rúta 15:30 sem þýðir að þið hafið frítíma núna og ef enginn vill taka til máls þá ætla ég að slíta þinginu fyrir daginn í dag. Ef við geymum doktorum hérna uppi eða niðri? Þið getur geymt það hér uppi, við komum aftur hingað. Af Kollubar? Af Kollubar? Já, svo með. Ég meina við komum aftur hérna á morgun. Við komum aftur í fyrramáli þannig að það er ekki mál. Kannski, ég veit ekki hvað ástandið er á herbyggjum svona, en við skulum samt reyna líka að ganga vel eftir okkur og svona bæði hér sem og upp á Bifröst. Tölvurnar mega vera hér en ekki ruslið. Maggi? Er það enn taka tíma sem rútan fer héðan? Rútan fer héðan 15:30. 15:30, þannig að verið mætt fyrir utan 15:30. Það er svona 15:20. Já, 15:25 verið mætt á. Og því að þá viljum við að rútan verði lögð á stað. Og þegar við komum upp úr, þá fer rútan 18:40. Svo maður þarf að vera komin upp úr Kraumu og út fyrir og tilbúin að fara upp í rútu klukkan 18:40. Komum hingað aftur klukkan 7, borðum kvöldmat, fórum á Kollubar og rútan frá Kollubar og upp á Bifröst fer 23:30 eða 11:30. Ok, geggjað. Ég sendi þetta á tilkynningaskjalið. Þá bara slíti ég þinginu fyrir daginn í dag. Takk fyrir.